Komið sæl og velkomin í umræðu og fréttaþáttinn okkar 21 á þessum miðvikudagskvöldi síðasta degi október mánaðar. Við ætlum að fá hingað til okkar Trausta Valsson, skipulagsfræðing. Björn Jón Bragason ætlar að tala við hann skipulagsmál á höfuðborgarsvæðinu og Trausti segir að áherslan á þéttingu byggðar hafi verið allt of mikil og við þurfum að beina sjónum okkar að fallegum byggingarsvæðum eins og Viðey á Gálgahrauninu í Garðabæ. Hér rétt á eftir. Við ætlum líka að rifja upp heimsókn okkar í Bananahúsið í Ölfusi, rétt fyrir ofan Hveragerði. En fyrst þetta, Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, hefur verið í veikindaleyfi á meðan hafa geisað eldar, ef svo má segja, í Ráðhúsinu. En hann sestur hjá Þórði Júlíusinni. Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri Reykjavík, velkomin. Takk fyrir. Byrjum að ræða braggann. Kostnaður við verkefni þetta verkefni sem var komið ykkur rúmlega 250 milljónir fram úr áætlun, komið fram að 120 milljónir af þessari framúrkeyrslu var án heimilda. Þarna eru höfundaréttavarinn Strá, það einhver snitsel-skandall, það hitt og þetta. Getur verið sammála því að þarna átt sér stað óboðleg meðferð á fjármunum borgarbúa? Já, núna þetta mál í höndum innri endurskoðunar. Það sem að við vissum reyndar í upphafi var að það væri heilmikil óvissa í þessu og það var hluti málsins í upphafi. Leigusamningurinn við Háskólann í Reykjavík sem að fara að taka við þessu útfærður þannig að það sem fer fram úr þessar upphaflegu áætlun verði borið 1/3 af Háskólanum í Reykjavík, þannig að umbúnaðurinn bar þess í raun merki og það var í raun látið vita og lögð fram ný áætlun í september í fyrra þar sem óskað var eftir viðbóta fjármunum til verksins en til að ljúka því. Þannig að þessi viðbóta framúrkeyrsla kom á óvart og ég reyndar vakti sérstaka athygli borgarráðs á því í sumar þegar þau komu fram og hverju ári þá leggjum við fram svona viðauka með breytingum á fjárfestingaáætlun og þetta var ein af þeim breytingum og ég vakti sérstaklega athygli á henni og lét fylgja með að ég hefði kallað eftir skýringum á þessu vegna þess að þetta er óvenjulegt. Þetta er óvenjulegt. Borgin eru auðvitað með fullt af verkefnum á hverju ári. Þetta er alls ekki það stærsta. Þetta er á þessu 3 ára tímabili kannski innan við 1% af fjárfestingunni í heild sinni. En það sem er óvenjulegt er þessi umfram framúrkeyrsla eins og þú nefnir og það að það hafi ekki verið lögð fram gögnum þá að óska þá eftir afstöðu borgarráðs til þess á að halda áfram, á að hætta, á að breyta einhverju heldur kemur þetta eftir á. En af hverju var það ekki gert? Af hverju er ekki þessu vísa til þeirra sem bera pólitíska ábyrgð á rekstri borgarinnar þegar það er verið að fara svona langt fram? Það átt að gera það og það hefur út af fyrir sig verið gengist við þeim mistökum en það er eitt af því sem við erum að er verið að skoða núna af hálfu innri endurskoðunar og líka til dæmis það að innkaupareglur borgarinnar sem ganga lengra heldur en lög að það virðist ekki hafa verið farið að fullu eftir þeim og það þarf að skoða líka. Á að vera einhver pólitísk ábyrgð á svona framúrkeyrslu? Já, endanlega náttúrulega berum við pólitíska ábyrgð bæði á fjármálum borgarinnar og því að verkefni vinnist vel þannig að mér finnst ekki óeðlilegt að það sé rætt í þessu sambandi eins og í sambandi við bara önnur fjármál og svo framvegis. Stóra myndin sem blasti við pólitíkinni, til dæmis þegar við lögðum fram ársreikning, var enga síður það að heildar fjárfestinga borgarinnar voru 2 milljörðum undir áætlun. Þannig að almennt ganga verkefni vel en þetta er undantekning og þess vegna hefur verið algjör samstað það að láta fara rækilega ofan í þetta en sjálfsagt að halda því líka til haga að það var algjör samstað það þverpólitískt í upphafi að fara í verkefnið, að endurgera þessi hús og rífa þau ekki. Já, sjá þeir sem sátu það borgarstjórn á síðustu kjörtímabili. Og þar síðasta. Í raun er forsað þessa máls mjög löng þó að flestir hafa verið að heyra af þessum húsum sem Braggi og 2 önnur hús í fyrsta skipti núna. Það kviknar þarna þetta eru illafærin hús 2010 og þá framkvæmdasviði sem svona forveri skrifstofu eigna og atvinnuþróunar sem hefur haldið á málinu leggur til að húsin séu rifin.
bara í ljósi þess hvað þau eru illa farin og það fer fyrir menningar og ferðamálaráð sem að með ráðgjöf borgarsögusafns fellst ekki á niðurrif og vill að húsunum sé haldið til haga og í raun upphefst þá langur ferill að finna not fyrir húsin. Ein hugmynd var að þarna yrði stríðsminjasafn en það eru auðvitað borgarrekstur og við höfum í auknum mæli viljað koma húsnæði í önnur not þannig að við sem ekki borga bæði leigu og rekstur. Þannig að það var auglýst eftir aðilum sem vildu fara þarna inn, það náðist ekki samningur það, þannig að í raun þrautalendingin verður að ná þessu samkomulagi við Háskólann í Reykjavík að þetta yrði stúdentabraggi og samningurinn það, hann var samþykktur af öllum í borgarráði. Þannig að ég held að það hafi verið samstæðu málið sem slíkt en auðvitað eru allir líka jafn vonsviknir með að þetta fari fram úr og að fá ekki kost á því að gera breytingar á verkefninu eða taka í taumana þegar í þetta stefnir. En nú erum við með allt öðruvísi samsetta borgarstjórn en við vorum með á þessum tíma, miklu fleiri flokkar, fleiri fulltrúar og það hefur verið hávær krafa meðal annars frá flestum leiðtogum minnihluta, þeirra sem í minnihluta að þessu máli, að þetta sé það alvarlegt að því að fylgi afsögn borgarstjóra. Hverju viltu svara því? Já, þetta nú kannski málflutningur sem svona morgunblaðsarmur Sjálfstæðisflokksins hefur svona haldið á lofti, ekki bara í þessu máli heldur hefur þetta verið nefnt óvenju oft í tengslu ýmislegt. Þetta eru líka þeir sem leiða miðflokkinn, flokk fólksins sem hafa líka sett fram þessu. Akkurat og líka í öðrum málum og þetta svolítið nýr tónn í borgarstjórninni að hvað sem aflega fer þá eigi borgarstjóri að fara frá. Þetta máli núna unnið endurskoðun, við erum að fara yfir það og ég kveinka mér ekkert undan því að mín ábyrgð að annarra verið rædd þegar niðurstöðurnar liggja þar fyrir. En mér finnst þetta svona dæmið það kannski að mál sem eru alvarleg, mikilvæg, fara svolítið fljótt ofan í pólitískar skotgrafir áður en öll kurl eru komin til grafar. Og ég ekki viss að það að nota stór orð áður en gögnin liggja á borðinu sé skynsamleg leið til að nálgast umræðu yfir höfuð. Þannig að ef ég skilji rétt þá stendur ekki til að borgarstjórinn Reykjavík ætla að segja af sér vegna braggamálsins? Ég sé það ekki fyrir mér en á endanum er það ekki bara mitt að svara. Það eru fleiri mál sem hafa verið svona umræðum sem tengjast borginni. Við erum með miklar væringar í orkuveitunni, stærsta fyrirtækið sem borgin á í. Það hafa verið væringar í félagsbústöðum. Maður kannski velti fyrir sig svona bara hvað gerðist? Akkur er þetta allt einhvern veginn að koma upp á yfirborðið á sama tíma? Margt af þessu svona vekur upp ákveðnar spurningar það hvernig borgin er að halda á sínum málum gagnvart fyrirtækjum í sinni eigu. Já. Í þessum fyrirtækjum eru auðvitað stjórnir sem fara með þessi mál og mér finnst stjórn Orkuveitunnar hafa tekið á þessum málum af mikilli festu og ber fullt traust til þess að þessi mál séu núna bara þar til skoðunar og ég held að sé bara rétt að bíða niðurstöðu þess. En félagsbústaðir? Já, þar var... Þar eru við með framúrkeyrslu aftur og ítrekkaðar miklar kvartanir starfsemi félagsbústaða. Já, og þar var niðurstaðan svo að framkvæmdastjórinn steig til hliðar. Það hafa verið miklar umbætur hins vegar undir forystu þess framkvæmdastjóra á undanförnum árum og mjög margt vel gert. Gríðarlega stór verkefni á sviði húsnæðismála sem hafa verið unnin og nýsköpun í raun og veru innan félagsbústaða. Þannig að þetta snýst ekki það heldur það hvort að fá núna nýjan aðila í brúna til þess að taka á því sem að eftir stendur í þessu og þetta í raun kannski endurspeglar kerfið þar sem mikið virkt innra eftirlit og umbætur og verið að taka ákvarðanir og þannig að ég held að sé bara einfaldlega algengara að borgin taki út svona mál sem koma upp heldur en til dæmis ríkið. Rannsóknir Þórðar Víking sem kennari við Háskólann í Reykjavík hafa dregið það fram að alltaf 90% áætlana ríkisins fari fram úr upphaflegum áætlunum og ég kannast ekki við að í sama mæli og borgin að taka þetta út til þess að læra af þessu af því við vitum auðvitað öll af áhættunni. Ég kem inn í pólitíkinni gegnum Reykjavíkurlistan sem að
þannig að einn af rauðum þráðum hjá borginu undanfarin ára og áratugi hefur verið að búa til ferla og leikreglur til þess að draga úr áhættunni, til dæmis í fjárfestingum og framkvæmdaverkefnum, en líka í fjárhagsáætlanagerð. Ég meina Ráðhúsið, það hefur nú verið rifjað upp og fært til núverandi verðlags, átti að kosta 5,5 milljarða, kostaði 12 á endanum, meðal annars vegna ónágra undirbúnings og áætlana í upphafið. Þetta eru 33 braggamál ef við viljum bera það saman. Perlan var annað eins, þannig að það sem við erum að horfa á núna er kannski meira undantenningin frá reglunni. Almennt er kerfið okkar að virka býsna vel, við leggjum fram kostnaðaráætlun 1 og síðan þegar verkið er fullhannað kostnaðaráætlun 2, en það skref til dæmis vantar í málum þar sem að að ræða viðhald bygginga þar sem ýmislegt getur komið í ljós og líka þar sem eru minjar að ræða og ekki hægt að fullhanna í upphafi. Þannig að eitt af því sem við höfum verið að vekja máls á þarf sérstaka ferla og sérstaka varúð og utanumhald þegar minjar eru annars vegar. Og svona finnst mér skynsamlegt að nálgast þessi mál svolítið skipulega, viðurkenna vandann sem framúrkeyrsla í alls konar opinberum framkvæmdum, að það sé áhætt í þeim öllum sérstaklega þegar verið að endurgera gömul hús og vera þá með utanumhald og verklag sem að lágmarkar áhættuna og tryggir allavega að ef eitthvað stefnir í vonda átt að þá sé gerð grein fyrir því fyrirfram. Þannig að sé þetta taka í raun pólitíska ábyrgð á því ef það á að halda áfram og þó hvernig, eða bara segja stopp, þetta gengur ekki. Skiptum aðeins gír, þið að fara að kynna fjárhagsáætlun núna bráðlega, bara á næstu vikum. Hverju augu von á þar? Hverja verður svona helstu breytingarnar sem borgarbúar geta átt von á að verði hrint í framkvæmd þegar sú áætlun mun taka gildi? Það eru þær áherslur sem að birtast í nýjum málefnasamningi nýja meirihlutans. Við setjum þar á dagskrá mjög stór verkefni. Við erum auðvitað að fjárfesta á grundvelli framtíðarsýnar í svona grænni borg, kannski meiri borg myndi einhverju segja, og það áberandi. Við erum líka að fjárfesta í til dæmis leikskólanum, því að eitt af stóru verkefnum þessa kjörtímabils að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla, þannig að það mjög fyrirferðarmikið í framtíðaráformunum og svo þetta risa mál eins og borgarlínan. Ef við tökum þetta kannski eitt atriði fyrir í einu. Við erum á leikskólamálunum, þið tala aukna fjárfestingu þar. Það eru mikli biðlistar, það erfitt að manna leikskólana, að fá sérstaklega faglegt fólk til þess að vinna. Hvernig eru við kannski nákvæmlega að fara að tækla þessi mál? Hvernig og hvaða árangri ætlið að ná með því að tækla það með þeim hætti? Við höfum farið í vinnu með félagi leikskólakennara og starfsfólki á leikskólanum starfsaðstæður í leikskólum. Það hefur verið gerðar auðvitað ákveðnar breytingar á launum. Ég veit að kalla eftir enn meiri launahækkunum. En við erum í raun hætt að líta á manneklumálin sem eitthvað átaksverkefni að hausti eins og það var áður og það viðvarandi verkefni. Þannig að núna til dæmis í haust gekk betur heldur en í fyrra og hittifyrra að manna þrátt fyrir þessa miklu þenslu á vinnumarkaði og við teljum að með því að leggja fram áætlanir til lengri tíma og segja, heyrðu, svona ætlum við að gera það, við þurfum svona mikið af fólki, við þurfum þessa viðbótardeildir og þessa viðbótarleikskóla, þá sé meiri fyrirsjáanleiki að okkar sýn og áformu metnaðarfullt leikskólastarf liggi líka fyrir og séu aðlaðandi fyrir metnaðargjarnt leikskólastarfsfólk sem að við eigum og við sjáum til dæmis á tölum Háskóla Íslands að það umtalsverð aukning sem að sækja inn í leikskólakennararnám og það auðvitað fagnaðarefni þó að það ekki leyst yfir nótt að þá finnst mér skipta rosalega miklu máli að fólk finni það að við höfum mikinn og viðvarandi áhuga og metnað á fyrsta skólastiginu og grunnskólanum og að það birtist í okkar fjárhagsáætlunum og langtímaáætlunum. Við erum að klára nýja menntastefnu sem tekur til grunnskólans, leikskólans og frístundarinnar og höfum verið að vinna með hundruðum og reyndar þúsundum einstaklinga undirbúningi þess. Þannig að það heilmikil deigla og metnaður og jákvæðni þó að það séu líka áhyggjur af mönnuninni og sérstaklega til lengri tíma því við sjáum að hópurinn að eldast og okkar góða starfsfólk verður ekki á vettvangi til eilíðar þannig að þarf mikla endurnýjun. En bara örstu til skamstíma erum við að fara að sjá einhverjar aðgerðir sem gætu stuðlað að breytingu til dæmis á hvernig bið eftir leikskólaplássum eru?
Já, við erum að fara neðar í aldri núna strax á þessu ári og sjáum fyrir okkur að fara í áföngum neðar í aldri eftir því sem líður á kjörtímabilið. Við þurfum að fjárfesta, við þurfum líka að laða starfsfólk. Þetta þarf að haldast hvoru tveggja hendur. Húsnæðismál. Þetta var eitt af stóru málunum fyrir síðustu kosningar, eitt af stóru úrlausnarefnunum sem íslenskt samfélag stendur frammi fyrir, hvort sem það á ríkisleveli eða hvort sem það innan borga og sveitarfélaga. Mér finnst þess að við séum búin að eiga þetta samtal einhvern veginn árlega í ansi mörg ár. Hér ríki ákveðið neyðarástand hjá ákveðnum hópum, sérstaklega lágtekjuhópum, í öllu þessu efnahagsgóðæri sem við erum að upplifa. Þá húsnæðiskostnaður að éta upp auknar ráðstöfunartekjur ákveðna hópa með auknum innflutningi erlendra ríkisborgara, þá stækkar þessi hópur vegna þess að þeir falla flestir í þennan hóp, lágtekjuhóp eða svona lágtekjuvinnuafl á íslenskum markaði. Og það kemur ítrekka fram gagnrýni það að samhliða við erum að fara hérna í mikla breytingar á borginni, þétting byggðar, auknar áherslur á almenningssamgöngur, en að við séum ekki að byggja hérna það húsnæði sem þessi hópur hefur efni á. Við séum að byggja á dýrt húsnæði og það leiðir það verkum að það sé ekki verið að leysa vandamál þessa hóps. Þetta núna orðræði sem er búin að ræða inn í verkalýðsbaráttuna, kjarabaráttuna, þetta er verið að ræða þetta á Alþingi, það er verið að ræða þetta í sveitarstjórnum. Hvað getum við gert til þess að takast á þetta? Já, það var nú húsnæðisþing í gær og það sem mér fannst athyglisvert bæði í umræðu þeirra sem komu frá verkalýðshreyfingunni og út af fyrir sig ríkisstjórninni líka að það er horft til þeirra áherslna og lausna sem að borgin hefur staðið fyrir á undanförnum árum. Borgin hefur verið að úthluta meira af lóðum heldur en nokkuð annað sveitarfélag og margfalt meira raunar. Borgin hefur líka verið að samþykkja mikið meira skipulag, nýjar byggingaheimildir á eldri svæðum heldur en nokkur annar, en það sem við höfum verið að gera til viðbótar er að við höfum verið að setja kvaðir inn á þessi svæði að hluti uppbyggingarinnar verða að vera fyrir þá sem hafa minna eigið fé, hvort sem þeir eru að koma inn á leigumarkað eða inn á kaupendamarkað. Við erum líka að vinna með verkalýðshreyfinguna í gegnum Bjarg sem er byggingafélag verkalýðshreyfingarinnar að því að fjölga íbúðum sem eru á viðráðanlegu verði fyrir lægsta tekjuhópinn. Við erum að vinna með stúdentum, við erum að vinna með búseta, við erum að vinna með félögum eldri borgara. Þannig að miklu hærra hlutfall heldur nokkuð tíman áður af því sem er að byggjast í borginni er að koma inn á markaðinn til þessara hópa. Fyrstu íbúðirnar hjá Bjargi munu komast í gagnið á næsta ári, þannig að ég sé fyrir mér að það komist meira jafnvægi á þetta heldur en áður á næstu árum, en til viðbótar finnst mér algjörlega nauðsynlegt, eins og reyndar talað að í tengslu við kjarasamningana núna, þá séu staðfest áform fram í tíman fleiri íbúðir af þessu tagi, fleiri íbúðir óhagnaðardrifinna leigufélaga sem koma inn á markaðinn ótekjutengt fyrir þá sem eru með aðeins hærri tekjur heldur en þá sem leigja hjá Bjargi. Og það sem að mér finnst skipta mjög miklu máli er að það sé ekki bara Reykjavíkurborg sem er að leggja til lóðir eða samþykkja skipulag á þessum nótum, heldur þurfi það að gilda allt höfuðborgarsvæðið og reyndar landið allt. Vegna þess að þá getum við leyst þetta mál tvöfalt hraðar að minnsta kosti. Kannski koma að segja nú akkurat þennan punkt. Ég meina það er þannig að Reykjavíkurborg náttúrulega er langstærsta sveitarfélag landsins og hér búa langflestir sem eru að glíma við þennan húsnæðisvanda. Þeir eru hérna og þar af leiðandi er kannski eðlilegt að það sé horft til Reykjavíkurborgar að finna úrlausn fyrir þá. En það er rétt sem þú segir líka að það eru nágrannasveitarfélög sem taka lítinn sum og sum bara nánast ekkert þátt í því að byggja upp félagslegt húsnæði fyrir lægri tekjuhópa. Hvað er hægt að gera til þess að draga þessi sveitarfélög á? Eða á þetta bara að vera svona til framtíðar? Að það séu ákveðin sveitarfélög hérna í aðri Reykjavíkurborgar sem nýtir sér þjónustu í Reykjavík og annað slíkt, en taki ekki þátt í að veita félagslega þjónustu, hvort sem það er á húsnæðisleveli eða annars konar félagslega þjónustu. Nei, mér finnst það ekki ganga. Í Reykjavík býr 1/3 landsmanna, en borgin er að standa fyrir 80 til 90% af þeirri félagslegu húsnæðisuppbyggingu sem er í gangi. Við erum sem sagt að taka langstærstan skerf af þessum nauðsynlegum verkefnum og það er allir sammála að þessar áherslur séu nauðsynlegar og núna er búið að tala þetta ansi lengi og ég er búinn að tala þetta og ég hef sagt að við höfum að áskilja okkur rétt til þess að skylda sveitarfélög til þess að hækka hlutfall sitt af félagslegum íbúðum í eigu sveitarfélaga. En það er bara með lögum. Það verður bara að gera það með lögum eða gerist ekki öðruvísi. Í öðru lagi að þá þarf í tengslum við þetta svona næsta skref að því að íbúðir eigu sveitarfélaginu er eitt en síðan er það til dæmis samstarfsverkefnin
við verkalýðshreyfinguna og aðra óhagnaðardrifin félög. Þar Reykjavík líka í algjöru forystu og ég velti því fyrir mér í tengslum við þessa kjarasamninga hvort að ekki sé hægt að ná einhverju stærra samkomulagi meiri aðkomu annarra og meiri aðkomu okkar að því til framtíðar. Þannig að þau plön séu þá kláruð og við getum líka rætt bara ríkislönd og lóðir í því, til dæmis Vífilsstaðalandið eða Keldur eða Ánanustreitin þar sem gamla landhelgisgæslulóðin eða svæði kringum Borgarspítalann eða hvaðina. Við höfum bara En væri það lausn sem þið var tilbúin að koma til núna í tengslum við það hvernig að leysa kjarasamninga vegna þess að það augljóst að húsnæðismál og húsnæðisöryggi eitt af það sem brennur mest á fólki. Og klárlega væru þið, bara borgin og sveitafélögin hérna á höfuðborgarsvæðinu, tilbúin að koma að þessu með ríkinu og verkalýðshreyfingunni og samtökum atvinnurekenda og segja bara allt í lagi, við getum lagt þessi stóru lönd eins og þú nefnir, Vífilsstaði eða Keldur eða eitthvað slíkt undir það að byggja upp umtalsvert magn af ódýru húsnæði sem hentar þessum hópi sem mestu vandræðum. Já, að sjálfsögðu og við eigum að gera það. Við eigum að ná núna samkomulagi fjárfestingu innviðum á höfuðborgarsvæðinu til framtíðar til þess að samgöngumálin gangi upp með þá miklu uppbyggingu sem við þurfum. Það eru samkomulagi sem að verið að vinna að borgarlínu. Meðfram borgarlínu hægt að byggja mjög mikið og mikið meira heldur en ef að borgarlínan kemur ekki til. Ég held að það eigi að setja inn í lög heimildir sveitafélaga eins og gilda í Danmörku að það megi áskilja að á slíkum uppbyggingarreitum sé alltaf 25% sem komi inn til þessara þarfa. Þannig að það sé bara geirnelt og tryggt að sveitafélögin hafi heimildir til þess. Og síðan þarf að gera bara heildstæða áætlun. Félagsmálaráðherra hefur kallað þetta finnsku leiðina. Það í raun að horfa á landnotkun, að horfa á samgöngur, að horfa á húsnæðismál í einni heild og við erum tilbúin í það. Við erum með áætlanir á þessu sviði af hálfu borgarinnar. Við þurfum ákveðin tæki leitt í lög, við þurfum ákveðina samstöð þannig að þetta sé ekki bara borgin ein að gera þetta. En ég mjög bjartsýnn að ef það getur skapað samstöð þetta, þá getur þetta verið í raun grunnur að algjörlega nýju landslagi varðandi sem myndi styrkja stöðu óhagnaðardrifinna leigufélaga á þessum húsnæðismarkaði til langrar framtíðar. Verkalýðshreyfingin þó að koma aftur mikið sterkar þarna inn eins og hún hefur gert þegar áður þurft að halda í sögu borgarinnar. En ég vil líka undirstrika að við þurfum að huga að ungu fólki og fyrstu kaupendum. Og þar erum við að kynna raunar nýtt verkefni á því sviði bara síðar í þessari viku á föstudaginn í Ráðhúsinu. Við erum búin að vera undanfarið ár á grundvelli húsnæðisáætlunar borgarinnar með verkefni þar sem við kölluðum eftir nýrri hugsun og nýrri útfærslu á húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. Við erum að leggja undir þetta lóðir á einum 7 stöðum í borginni. Það voru fjöldi aðila sem sendi inn hugmyndir og þeim hefur núna verið gefin einkunn og við erum að hefja viðræði við þá lóðavilyrði fyrir þessu og í þessum fyrsta áfanga verða þetta yfir 500 íbúðir. 525 íbúðir allavega, hugsanlega hægt að fjölga þeim eitthvað í skipulagsvinnunni. Þannig að þarna líka koma inn nýtt spennandi verkefni með nýsköpun, með þarfir þessa hóps sem hefur verið svolítið útundan í huga og við myndum gjarna vilja fá líka ríkisvaldið og fjármögnunaraðila og aðra með í næstu skref í þessu þannig að þetta nýtist eins vel og við viljum. Í lokin, þú hefur verið frá vinnu núna undanfarnar vikur vegna veikinda sem opinberaðir í dagblaðsviðtali fyrir ekkert svo löngu síðan. Já. Kannski bara hreinlega að spyrja, allt í lagi með þig? Já og nei, ég sem sagt með gigtarsjúkdóm sem var greindur í sumar og eins og ég sagði frá þá ég á nokkuð sterkum lyfjum út af gigtinni sem ónæmisbælandi og þá ákveðin hætta að sýkingar geti náð sér á strik og þetta hefur nú gengið bara býsna vel og ég var ansi brattur, farin að hlaða á mig eins og í bara gömlu góðu daga þegar það tók sig upp sýking sem ég var með síðasta vetur og ég þurfti tíma til þess að ná henni niður með sýklalyfjum og hvíld en núna komin aftur til starfa.
þarf kannski að passa að fara ekki á geist og ég auðvitað ennþá að glíma við gigtina. Hún blossar svolítið upp þegar sýking gerir vart við sig. En eins og ég sagði í sumar að þá veit ég auðvitað ekki allt þetta og frændi minn sem reyndar yngri en ég og fékk gigt í kringum 20, hann orðaði þetta einhvern veginn þannig að hann hefði verið þvingaður inn í svona þroskaskeið þroskastökk sem var kannski ekki alveg að biðja að taka. En þetta bara hluti af lífinu sem kennir mann ákveðna auðmýkt og ég þarf að passa mig. En það eru auðvitað þúsundir einstaklinga í þessu samfélagi sem að glíma við gigt og ég einn af þeim og ég ætla að reyna að standa mig gagnvart heilsunni eins og ég ætla að reyna að standa mig í vinnunni á næstu viku. Þessu ágætis lokaorð, Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri Reykjavík, takk kærlega fyrir komuna. Við komum aftur hérna vörmuspori eftir auglýsingar. Fly me to the moon, let me play among the stars. In other words, please be true. In other words, I love you. Bónus kveður plastburðarpokann. Nýji umkaupapokinn áfram gulur en samt grænn úr niðurbrjótanlegu efni. Minna plast í Bónus. Ef þið viljið súper díl á potti, persónulega góða þjónustu og mannleg samskipti og ég og Hafsteinn tilbúin til þess að veita ykkur það. Alltaf. Heiti potta.is Höfðabakki. Hvert sem ferðin heitið, þá fylgjum við þér alla leið. Fjallakofinn. Ertu tilbúin? Fjallakofinn fylgir þér alla leið. Nano Keramik húðun, eina sanna vörnin fyrir bílinn þinn. Kringlubón, kringlunni. Ert þú að fást við svefntruflanir eða kvíða? Sefitút viðurkennt jurtalyf unnið úr rót garðabrúðu. Styttir tímann til að sofna og bætir gæði svefnsins. Fæst án lyfseðils í næsta apóteki. Florealis. Ertu í söluhugleiðingum, vertu í sambandi og ég sel fyrir þig. Sími 695 35 02. Sælir sjónvarpsáhorfendur og verið velkomin. Hingað til mín hef ég fengið góðan gest, Trausta Valsson, skipulagsfræðing og fyrirverandi prófessor. Og við ætlum að ræða skipulagsmálin almennt, þau eru mikið til umræðu þessa dagana og þessi misserinn. En einna mest hefur verið rætt borgarlínu og þéttingu byggðar. Og þétting byggðar lausnarorð dagsins í skipulagsmálum. En okkur langar að velta því aðeins upp hérna hvort þau séu mögulega að einblína of á þéttingu byggðar og séum kannski stundum að missa sjónar á bestu byggingarlöndunum hérna á höfuðborgarsvæðinu. Og mér langar að spyrja þig, Trausti, hér eru kannski hérna ýmis merkileg byggingarlönd sem við erum að skilja út undan.
Já, sko við búum nú vel Íslendingar og hérna fólk á höfuðborgarsvæðinu að búa á svæði sem mjög fallegt frá náttúrunnar hálfu. Það eru strendur og það eru fjallshlíðar og það eru ár og það eru vötn og það eru fallegar hraun. Og við höfum mjög lítið gert að því að nota þennan einstæða fjársjóð til þess að búa til svona fallega byggð sem að myndi samfléttast við náttúruna. Og þetta nú við þetta orðið meira sér seinni tíð þannig að það eins og það skiptir höfuðmáli bara að þétta gömlu byggðina og sem ég finnst orðin allt of þétt. Hún uppræðað skipulagi frá 27 að það var ekkert götukerfi og gatnakerfi og gangstéttir og annað, að þetta var ekkert miðað við svona rosalega háa byggð, en göturnar þá þröngar, að þetta eru svo skuggagjár. En þá líka hugsuðu menn þessar randbyggðir en hurfu frá því mjög fljótlega þegar menn sáu að skuggavarpið var töluvert mikið. Já. Það held ég hafi verið viss heppni að menn stoppuðu við það í því að loka alveg þessum hringum, meðfram hringinn í kringum þessa byggðareiti, og við sjáum það þar sem að koma rof í þessa randbyggð að þá kem sólarljósin niður sem undir útvegsbankanum, eða heitir nú vist héraðsdómur í dag, að það til dæmis ákaflega vinsælt svona sólarhorn eða fyrir bekki. En aftur á móti við lítum aðeins vestar í Austurstrætinu að þá það bara skuggagjá sem að enginn hefur gaman að því að stoppa. Fólk hérna svona norðarlegum slóðum, það nýtur þess að sitja í sólinni þegar hún lætur sjá sig og þannig en nýtur þess síður að sitja í skugganum eins og náttúrulega eðlilegt í söðrænum löndum. En hvað veldur því eins og við kannski, þú birtir nú með grein sem við getum kannski varpað hérna upp á skjáin mynd af Lindagötunni, sem er orðið mjög skuggsælt og orðið svona skuggahverfið er að fara að bera nafn með rentu, og svona líka kannski svolítið drungaleg byggð, mikið gráhús og En hvað veldur því að menn fara þessa leið kannski eftir að menn höfðu áttað sig á því fyrir löngu að við þyrftum að hafa einmitt skörð í byggðinni og gæta þessu? Sko, það þannig að upphaflega skipulag var 27, það gerði bara almennt ráð fyrir svona 3-4 hæðum á þessari byggð og það nú strax verið miklu skárra. En svo hefur þetta einhverjum tímapunkti verið leyft einhvers staðar á einhver lóðum að byggja 6-7 hæðir. Og þá geta nágrannir koma og sagt, já, við viljum hafa sama rétt og fá byggja eins. Og þá bara skipulega allt mótað eftir því að þetta verði svona rosalega hátt. Og þá verða þessar skuggagjár og með vindsveipum og varla nokkurstað grænt strá eða tré. Sem við horfum á Þingholtin, það sem gerir það fallið, það eru garðarnir koma sumstaðar út af götunni og trén teygja sig yfir og mýkja upp borgarmyndina, en það yndislegt að labba þar í góðu veðri en það ganga fáið sitt ánægð núna eftir þessum gljúfrum þarna í Skuggakraunu. En samkvæmt skipulaginu þetta mikil áhersla að byggja meðfram þessum svæðum, þessi borgarlínan á að liggja að það eigi að vera stutt að nálgast borgarlínuna. En þá verða kannski út undan mörg af bestu byggingasvæðunum og það kemur kannski líka inn á umræðu að menn kannski eru farnir jafnvel að fríða svæði hérna inn í borgarlandinu og það var til dæmis mjög mikil umræða Gálgahraunið fyrir nokkrum árum. Velti fyrir sér, hvað finnst þér til dæmis Gálgahraun? Ættu við jafnvel að byggja þar? Er einhver ástæða til þess að fríða það ef við tökum þessi dæmi? Sko, það þegar að vera að ræða verndun einhver úr náttúrunni, til dæmis fuglategundir eða eitthvað, þá fer verndunargildi mikið eftir því hvað sjaldgæfi. Ef það eitthvað rosalega mikið af fugli, ákveðnu fuglstegund, þá minni ástæða til þess að vernda, mikil ástæða til þess að vernda fálka og örn. En síður má og lunda og eitthvað slíkt. Sko, sama með jarðmyndanir. Það ákveðnar jarðmyndanir sem eru mjög sjaldgæfar, en aftur á móti hraun,
að þau eru hér sérstaklega á Reykjanesinu, að þetta eiginlega allt sem að meira að minna brunnið hraun. Þannig að já, þó að sé einhverju fórnað af hraunum, að þá það ekki svo mikið tap, það nóg eftir. En sko það sem að mér hálf blöskraði þegar að þessi umræða þannig með þennan veg í Gálgahrauninu var og var einhverjir gamlega fjölmiðlamenn sem gerðu upplaup út af því til þess að komast í fjölmiðla aftur, hugsa ég. Það muni svona venjast á það einu sinni að vera í fjölmiðlum, þá bara finna þér öll möguleg ráð til þess að sko þessi vegur fer þarna alveg ágætlega þegar hann kominn. Svo getum við lítið líka að horta á til dæmis eins og Bláa lónið sem út í miðju hrauni. Ef að sko þetta raunverulega í grundvallaratriðum bara sundlaug eins og Laugardalslaugin sem náttúrulega ágætt. En þetta orðið heimsfrægt, Bláa lónið og byggingarnar þarna í kring vegna samspilsins við hraunið. Og vegurinn í gegn að lóninu með þarna í gegnum hraunið og svo með svo göng sem hafa verið svona gerð í gegnum hraunið, svona dramatist að koma nálgast þessa byggingu þarna, aðalbygginguna. En getum við ekki sagt það sama bara eins og Hafnarfjörð líka? Jú, sko til dæmis þegar að koma hérna skipulagsmenn sem utan á heimi sem ég vil sýna eitthvað sérstakt, þá fer við gjarnan í gamla hlutan í Hafnarfirði þar sem hafi verið byggt hús sko onni hraungfossir og allt og þetta finnst þeim ákaflega sérstakt og fallegt og ég hef einhvern veginn sagt það að mér finnst þetta vera það sérstakt sem byggð að það ætti alveg fullt erindi á heimsminjaskrá. Hafnarfjörði sem slíkur? Já, eða ákveðin svæði þar og þar sem þetta alveg ákaflega skemmtileg samspil hrauns og það hafa til dæmis verið byggð þarna ný hús nýlega við Herjólfsgötuna í nýjum stíl og þau verða mjög falleg vegna samspilsins við hraunið í kring. Já, og þetta getum við jafnvel gert í Gálgahrauninu líka. Við getum hugsað að byggða á svona stangli. Nóin á hraununum, sko, þetta nú verið gert þokkalega í Vallahverfinu fyrir sunnan Hafnarfjörð. Aftur á móti eru þar iðnaðarsvæði þar sem að jarðir hafa bara verið settar á hraunið. En ég til dæmis hef nefnt það líka að nú náttúrulega heiðmörkin á hrauni og þar auki vatnsverndun en þetta væri, við þekkjum það að þessum litlu fallegu sumarbústöðum sem eru þarna hér og þar sem eru litlar paradísir við lítil vötn, það eru mörg svona lítil vötn og en þá þarf náttúrulega að taka vatni og ég spurt jarðfræðing sem þekkir vel til vatnstökumála að það væri ekki svo mikið að fara aðeins ofar því að mengunin náttúrulega vatnið streymir neðjarða líka í átt til strandar fara svolítið upp í hæðina og borða þar og þá er hægt að taka þetta undan vatnsvernd og þetta við sjáum til dæmis við Elliðavatn Kópavogsmenn hafa nú byggt mjög fallega byggð við sinn hlutan af vatninu og með mörga fallegustu einbýlishúsum landsins komin á því svæði. Já, óbóðslega eftirsótt og seldist á hæstu verðum sem hafa sést hér á fyrir lóðir og þetta alveg ofboðslega fallegt þar sem við höfum nú þetta frjáls á stóra land í örskots fjarlægð frá svo borginni, það þarna til dæmis á Elliðavatninu, það örskots niður í svæðið þarna við Urriðaholtsvatni, það til dæmis að koma falleg byggð við vatn og svo strandlengjan og eyjarnar, ég meina við eigum hérna einhver fallegustu svæði, svona hvað borgarsvæði varðar í heiminum en við erum öll að hola okkur saman í sem mestum þrengslum niður í gamla miðbæði sem raunverulega ekki það pláss fyrir alla byggingamassa. En það má kannski velta þessu líka upp varðandi eyjarnar að nú eru kannski, ég hef heyrt þau sjónarmið að það þurfa að friða þær en það auðvitað allt ræktarland og það var búið í Viðey til 1943 og þar var heilt þorp. Já. Gætum við ekki séð fyrir okkur jafnvel byggð út í Viðey líka? Jú, það alveg absolutt. Sko, það nú svolítið mismandi auðvelt að komast út í eyjarnar en einmitt í austurenda Viðey sko frá Gufunesinu það stutt sund og ákalla grund, það kostaði mjög lítið og þá værum við komin til austurenda í þar sem var áður þorp, Sundbakki, þannig
það væri ekki jafnvel gaman að reisa þar þorp í einhverjum gömlum stíl og gæti kannski orðið hluti að þessu kvikmyndaveri sem að svona fyrir út í tökur. Svona eitthvað í stíl við Flatey og Breiðafirði? Eitthvað svoleiðis, sem að eru náttúrulega yndislegu staður og allir dástað. Og en eins og ég segi að auðvitað þurfum við, það eru svo margir sem að endilega vilja búin niður í miðbæ og það reyndar að verða ákaflega dýrt fyrir innlent fólk og Íslendingum með Reykjavík og fækkar stöðugt á svæðinu því að þetta alltaf, hótelin taka meira og meira og líka verðið á öllu hefur farið alveg upp í háa loft og all þjónustan mjög dýr þarna. Þetta hefur gerst í mörgum stórborgum eins og Barcelona að þetta ekkert lengur orðið búandi þarna fyrir bara venjulegt fólk, mjög ríkt fólk sem getur keypt sér svona íbúðir, var ekki að tala um síðast eitthvað 200 milljónir íbúðina eitthvað svoleiðis, þannig í Hafnartorginu. Og við erum eiginlega með þessari skipulagsstefnu búin að taka þá ákvörðun að afhenda gömlu Reykjavík. Fyrst að þetta var eyðileggja hana með mörgum stöðum með mínu áliti, með þessum skelfilega módernisma og túrismanum allstaði gefið forgangur. Við erum búin að afhenda gömlu Reykjavík, þetta eina urban borgarkjarna á Íslandi útlendingum. Og fyrir okkur sem höfum gaman að því færi niður, maður stendur ekkert í því lengur að reyna að komast það niður eftir og svo allt svo dýrt þarna og ekki bílastæði að fara nokkur staðar og svo framvegis. Og verslun alltaf rakist annað? Já, hún rekst annað sko. Því að það geta borgað svo háa leigu þessar túristaverslanir og við Íslendingar við þurfum ekkert svo gjarnan nema kannski einu svona ári í einhverja minnigripabúð, eitthvað þannig að það er ákvarðlega lítið og það fyrir okkur þarna sækja orðið. Einmitt. Utan kaffihúsa og veitingur sem er náttúrulega mjög gott í sjálfu sér sko, en þau eru dýr. Já, en við kannski, nú líka til þess að rættið samband landfyllingar. Já. Til þess að við rættið með eins og Grandan, það var komið upp umræðum það fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar. Hvað finnst þið til dæmis það, að við myndum nýta landfyllingar meira? Jú, sko það náttúrulega, þannig erum við náttúrulega með það að vegna hnattrænalínunar þá spáð að sjávarborð muni hækka verulega framtíðinni. En það náttúrulega hægt að gera þessar landfyllingar hærri sem því munar og það er líka hægt að skipuleggja þannig að það þá bara neðstu hæðir hús, þannig það smá sem bara kjallari eða bara alltaf hækka landið upp. Þetta hefur verið gert víða í heiminum því að það oft vegna þess að land hefur líka verið að síga þar sem það er verið að byggja, þá sígur land. Þetta er gert í Boston að þá var alveg sko bara fyllt upp heil götuhæð og gengið inn á annarri hæð í húsunum. Sem sagt að þetta er tæknilega hægt. En ég held að við í grundvallarætlum þá eigum við alveg nóg land hérna. En nú koma samt þessi sjónarmið og sem að skilur vel að fólk vilja eðlilega búa miðsvæðis. Sumir. Já, en við hefum kannski ekki, og það kannski verið mikið talað flugvallarsvæðið í sambandi, en ef við færum nú aðeins sunnar á Álftanesi þá hefum við kannski miklu meira landrými þar sem gæti verið mjög miðsvæðis ef við hefðum vegtengingu yfir til dæmis í framhald af Suðurgötu. Heldur betur. Sko það er reyndar svolítið ókostur og það er náttúrulega mjög lágt Álftanesið. Það er verið að hækka það mjög mikið út við ströndina, það er búið að keyra þar öllu uppgraftara efni, það er verið keypt þar, það er búið að búið til svona sjávarnargarða þannig og það er alveg hægt að halda því áfram. En það er alveg rétt að þar er geysilega mikið svæði sem að væri ákaflega gaman að reisa byggða á sko við strendur og þessar fínu fallegu tjarnir sem eru þarna líka. Og þetta, enda sjáum við það til þess arkitekta sem nú dálítið listarinn oft, að þeir hafa gjarnan settið þarna niður og byggt sín fallegu hús þar. Þannig að þetta er ákaflega glæslega svæði sem hefur alveg verið fyrir utan radarinn hingað til. En þetta lítur líka alltaf snúast það að við verðum náttúrulega að nýta þetta landrými hér inni í þéttbýlinu og eru kannski mögulega að ganga langt eins og þú nefnir í að
að fríða svæði inn í þéttbýlinu. Já. Til dæmis eins og nú þarna Hraunholtslækurinn og sem liggur meðfram skilur að eiginlega Garðabæ og Hafnarfjörð þarna einhver leyti mistókst í. Það sko norður jaðarinn á Reykjaneshraununum og sko þetta svo sem ágætt en þannig ég man þetta eru brýr þarna út í hraunið en það hefur ekki verið búið til neinn aðstæð. Það þessi sem jafnvel sem útvistarsvæði þá nýtist þetta bara alls ekki neitt. Því að þetta erfitt að ganga þetta og þetta verður hægt ekkert að tala um það að taka ákveðna bletti til þess að með frá læknum og svona ákveðnum svæðum og leyfa kannski þá Garðabæ og Hafnarfjörð fyrir því að vaksa svolítið meira saman í framtíðinni. Sko ég held að þetta sé sko alveg bara einhver grundvallar misskilningur að það sé eitthvað ofboðslega þessi verndunargildi í þessum hraunflákum öllum sko. Já. En hvað segirðu samt eins og aðrar eyjar og sundunum eins og með Engey líka og jafnvel Akurey? Það er kannski ekkert svo, ég lék mér einu svona að því að vaða langleiðin út í Akurey á fjöru. Ég hugsa það að það svona grandið þangað út og þannig að vegtenginginni þar því sérst ekkert mjög dýr. Hún dýrar út í Engey. Hún langóðdýrust út í austarendan á Viðey en síðan til minnst Herney. Það líka mjög mjótt sund og grund á milli. Það þekkja fáir þá eyju en það stór eyja sko fyrir framan Álfsnesið. Já, en þá þyrfti væntanlega að vera komin Sundabraut. Já, það það en það þarf enga Sundabraut til þess að leyfa semst einhverja ákveðna lágmars framkvæmdir þarna í austurenda Viðeyjar. Og ég held að það gæti verið hægt að hafa það þannig að það spilaði vel saman við kvikmyndaverið. Já, en nú kannski lítur þetta líka snúast það því að nú vilja menn almennt kannski verið stefnan að eins og samanber uppbyggingu Landspítalans við Hringbraut og svo framvegis og hér sko á þessu svæði eru háskólarnir 2 að við þurfum kannski að samaskapa að efla þjónustu í útkörfunum, þeir sem eru kannski sumhver ansi leiðileg svefnkörfi allavega hérna í Reykjavík. Já, sko ég held að því miður hafi verið gerð ansi mikil mistök í því skipulagsstefnu sem verið gildi til langs tíma að fara, sko þetta svona nes náttúrulega, þröngt nes og fara með alla þessa miðlægu starfsemi sko svona lengst fram á vestur á nesið. Hvort sem það eru háskólarnir eða Alþingi og ráðuneytin og listasöfnin og allt saman. Þannig að þetta sko miðlastarfsemi og miðbæir eru miðjusvæða og til dæmis Árneshöfðin, Elliðavogur og einhver hluti af Elliðaárdalnum hefði verið sko ákaflega miðlægt svæði fyrir slíka starfsemi og það ennþá hægt að fara út í það og það myndi þá létta til þess að umferðin á Miklubraut og Hringbraut. Þannig að og gera þessi úthverfi sko líflegri. Þá í námunda við rafstöðin og þar? Já. Sko það reynda búið að skipuleggja núna á Elliðavogssvæðinu, svokallega Vogabyggð sem svona mestu leyti íbúðabyggð en ég held að og mætti jafnvel enn hugsa sér að byggja einhvers konar nýjan miðbæ á þessu svæði, kannski í Ártúnshöfðanum. Þetta nú bara lélegt iðnaðarhúsnæði sem ánist að hverfa vist meira að minna og malbikuna meðsmiður og svo framvegis. Þannig og þetta liggur mjög vel við helstu umferðræðum á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að ef einhver svona þjónustu það sem þar sem allir þurfa að nýta sér, að þá það sko ekki að jafna því saman að standa í því við það eins og í dag að þurfa að standa í því að komast hérna í alla þessa umferðarhnúta hérna vestur eftir þess sem við erum staddið núna í dag. Og þarna íbúðahverfið náttúrulega allt í kring. Já, sem að myndu vera baklandi fyrir þá þjónustu sem yrði byggð þarna upp. Já, og hlýtur náttúrulega á endanum kannski sláum botnin í þetta að þetta hlýtur náttúrulega endanum alltaf að snúast það að búa íbúðunum sem best lífsgæði. Já, og þá sko þau hafa verið svona frekar dauð þessi úthverfi, svefnkverfin svokölluðu. Og það væri mjög skemmtilegt að bjóða fólkinu þar upp á eitthvað meiri þjónustu sem næsta nágrenni.
Við látum þetta að vera lokaorðin. Kæra þakki fyrir komuna, Trausti Valsson. Takk. Farðu vel með þig. Pennin húsgögn. Regis býður upp á nútímalega skrifstofu aðstöðu frá 1330 krónur á dag á 6 stöðum á Íslandi í 120 löndum. Eitt verð og allt innifalið. Regis.is. Gefðu gjöf frá frægustu hönnuðum heims. Epal. Velkomin í eitt fullkomnasta hjólbarðaverkstæði landsins að Breiðhöfða. Þar skiptir stærðin ekki máli. Við dekkjum alla bíla. Nestek Breiðhöfða 13. Njóti jólana með fjölskyldu og vinum á veitingastaðnum Haust. Vinsæla ameríska jólahlaðborði snýr aftur. Bókað borð á haustrestaurant.is. Mikið úrval af harðparketti, viðarparketti, flísum og innihurðum. Gæði, þjónusta og gott verð. Birgisson, Ármúla. Vottaðir hágæða varahlutir í flestar gerðir bifreiða. Bílanhaust. Húsumsjón eignaumsjónar er ný þjónusta við húsfélög og rekstrafélög þar sem eftirlit og umsjón er með samegninni. Hafkalk er vottuð íslensk náttúruafurð sem hjálpað hefur þúsundum Íslendinga að ná betri lýðheilsu. Hafkalk styrkir brjósk og bein. Já, sælaftur 21 hér, en þessu næst við ætlum að rifja upp heimsókn okkar í Bananahúsið í Ölfusi. Jæja Börkur, hvar er ég núna staðsett? Herru, nú ertu staðsett í Bananahúsinu hérna í Reykjum Ölfusi, í Landbúnaðarháskóla Íslands. Ég er í Bananahúsi. Í Bananahúsi. Hvers konar starfsemi fer hérna fram? Herru, hér erum við bæðið að nýta aðstæðan á húsi svona til kennslu fyrir nemendur og nýtist þar lendi hérna þegar það er verið að fara í grasafræðina og þess háttar. En svo er þetta hús líka nýtt mikið í kynningarstarfsemi fyrir skólan. Það eru hérna útlendingar og stórir hópar sem óska eftir því að fá að koma hérna og þá náttúrulega fyrst og fremst til þess að koma og skoða bananaplönturnar. Bananaplönturnar? Og tilrauna starfsemin felst í því að rækta bananaplöntur? Já, svona hluti af því að kannski að viðhalda þessu ákveðna yrki sem við erum með. Þetta eru dvergbananar og þeir eru undir högg að sækja semst í Asíu þar sem eru sveppasjúkdómar að herja á þá. Já. Þannig að það er svona tæki fyrir okkur að varðveita þessa tegund hérna og svona, já, sem að hefur komið upp og er að skila okkur skemmtilegum árangri. Ok, kíkjum á bananaplönturnar, en hérna í kringum sé ég nú alls konar aðrar plöntur. Já. Það er svona Miðjarðarhafsloftslag hérna inn í húsinu, þannig það býður upp á svona marga skemmtilega möguleika og þar á meðal erum við þá með fíkjutré hérna líka. Já. Og kaffirunna og svo held ég einu kakóplöntuna sennilega sem að ég veit á Íslandi allavega og hún er nýverið byrjað að blómstra þannig að það er svolítið gaman að skoða hana líka. Heyrðu, við skulum bara kíkja á þetta, ég er mjög spennt og það er svo sannarlega hitabeltisloftslagið inni. Já, algjörlega. Þetta er alveg ótrúlegt að ganga hérna undir, er ég undir rót núna eða? Heyrðu, nú erum við undir kastanju vinnviðinum og hann er mjög skemmtilegur að því leytinu til að hann myndar átt svona þak hérna fremst einmitt í ganginu þegar maður er að koma inn í gróðurhúsi og svona svolítið skemmtileg byrjun. Þannig að hérna setjum smá sjarma yfir á þetta. Mjög rómantískt, ég verð að segja svo vel, mjög rómantískt. Já, þarna er bananarnir svona dverg, svona frekar litlir. Þeir eru frekar litlir og til að byrja með sérstaklega, en svo tútna þeir aðeins út og stækka eftir því sem þeir þroskast. Já. Og svo neðst á bananaklasanum vex þá endin á bananablóminu, því að klasin er í upphæfurinn og er allur blóm. Já. Þannig að undir þessum fjólubláu flipum sem eru á blóminu, þar eru blómin sem verða svo bananar. En raun og veru þá er öll plantan nýtanleg
bæði stilkurinn, það sem hægt að búa til ákveðin efni úr því. Bananablöðin eru svo hægt að nota til þess að elda með, það er að baka í þeim eða að grilla lax eða eitthvað líka. Og svo bananablómið sjálft ætt líka og það eru atvinnueldhús og kokkar sem sækjast eftir þessu og gera eitthvað lostætti úr þessu sem ég reyndar ekki fengi að bragða ennþá. Þetta hljómar sem rosalega fjölnýtanleg planta. Já, þetta er eiginlega ein af þeim plöntum í heiminum sem eru svona mest nýtanlegar, alveg frá toppi til táa, sko. Þannig að bara allur pakkinn. Þetta er allavega eini staðurinn á Íslandi sem með svona, ég veit ekki hvort maður ætti að kalla það ekru. Já. En það náttúrulega, húsið var byggt í upphafi með út frá þeirri hugmynd að Íslendingar væri svo þjóð í Evrópu sem borðaði sem mest af bananum og þess vegna væri rosalega sniðugt fyrir okkur að reyna að vera sem mest sjálfbæri í því. Já. Og þá var þetta svona tilraun til þess að sjá hvort að það væri hægt. Já. En svo staðnæmdist tilraunin og það er náttúrulega dýrt að byggja svona yfir þetta og vera í samkeppni við það sem flutt inn. En þetta er svona til sýnis og sjálfsögur sýnir þetta fram á það að þetta er hægt. Já. Og bananarnir eru náttúrulega æðislega góðir, til dæmis í samanburði við þá innfluttu, þeir eru alveg sérstaklega sætir. Já, það? Ja, alveg rosalega sætir. Og við leifum þeim að þroskast á plöntunni raun og veru alveg fram að síðustu stund og þá hengjum við þá upp í fíkjutrið hjá okkur. Og þá eru þeir sem eru svona lánsamir að koma þann daginn að þeir geta náð sér í banan og fengja smakk. Stóri bananar. Og þeir verða plantan vex alveg upp í þak. Já. Og svo kemur langur klasi niður og það eru bláir bananar. Og það var maður sem er að rækta banana í Hawaii og er með yfir 100 tegundir. Já. Og hann benti mér á það að þessi héti ice cream og væri rosalega gott að frysta það. Það fáður svona áferð eins og þegar þú ert að borða ís. En með svona smá anískeim, rosalega flottir. Sko, mjög áhugavert, en leið mér aðeins að fara aftur í það 100 tegundir af bönum? Já, hann ræktar 100 tegundir af bönum og Hawaii á nokkrum hekturum. Ég veist ekki eins og það verið til 100 tegundir af bönum? Nei, það er einmitt, það eru bláir og bleikir og grænir og það er allt til eiginlega. Já, út af því að tréð vex svona, þá lætur hún þetta niður til þess að byggja sér stóð? Já, hún raun og veru býr til loftrætur til þess að hjálpa sér og þær saminast síðan verið störa bara. Þannig að þær geti myndað lítinn stofn og náttúrulega ná sér í næringu svo aftur úr jörðinni. En rótfestan á trénu hefur svona farið minkandi þar sem að tréð hefur náttúrulega stækkað og farið að þyngjast. Og þá hefur þetta náttúrulega hjálpaði og það er svolítið gaman að fylgjast með. Það er eins og þetta sé svona trí úr Hringadróttins sögu eða úr Avatar eða eitthvað sem er að sjá sjálft sig. Það er bara eins og að vera í frumskói inni. Svo er þetta sem er rétt upp á haldinu. Það er beiskju appelsínutréð. Hvað segirðu? Beiskju appelsínur. Og þær eru rosalega súrar eða beiskar, ef maður getur komist þær á því, en gefa hins vegar alveg rosalega góða lykt. Minna mann alveg rosalega á jólin svona og mandarinukeimin sem maður vill koma í hús þegar maður er að fá ferskar mandarinur á yfir vetrartíman. En þess vegna er náttúrulega algjör eðall að nota svolítið vel að sykri og baka bara góða skýrköku. Þannig að þetta sé að þá er hægt að nýta þetta eins og annað. Heyrðu Börkur, þá erum við búin að taka hring í þessu merka húsi þessari merku tilraun á stofu og þetta er bara hreinlega stórskemmtilegt. Heyrðu, þetta er alveg frábært og það má kannski bæta því við að nýverið að þá fengum við bón frá Húsdýragarðinum í Reykjavík. Já. Að þá er að rækta þar ákveðna tegund maura sem þrífast á laufblöðum. En þeir eru mjög hrifnir af einmitt kardamúmublöðum, jarðarberjalaufblöðum og öllum laufblöðum sem eru mjög sæt og góð. Sko. Þau virðast vera að skila þeim góðum árangri. Þannig að við söfnum og sköffuðum raun og veru mat til þess að geta byggt upp búið sitt í Húsdýragarðinum. Við förum kannski bara næst í Húsdýragarðin og skoðum maura, hver veit? Þannig, það er alveg frábært. Heyrðu, takk fyrir þetta Börkur. Það voru það, þarna voru bananarnir fyrir austan en við segjum þetta gott að sinni hér í 21. Verðum aftur hér á morgun á slaginu á 5. degi. Takk fyrir að horfa og verið sæl.